og við vorum að sjá uppgjör frá Icelandair og Play í gær og sem að voru kannski Arnar að fá að sjá aðeins hérna hvernig Icelandair lítur út. Það var núna og það hefur lækkað. Við báðum félögum lækka verulega í morgun. Já, vegna þess að það var 9 milljarða, hvað var þessi halli aftur hjá Icelandair? Hann var, skal ég segja þér, hann var 6, það er sem sagt, tapið á fyrsta ársfjórðungi var 6,1 milljarður, en voru cirka 8 milljarðar í fyrra. Fyrsta ársfjórðungi í fyrra. Þetta er betri afkoma, þetta er bati, en Icelandair á bara einhvern veginn rosalega lítið breyk hjá hluthöfum þessa dagana. Þetta er bati sigurður, en kannski ekki vegna þess að þá komum við aftur með haustið og fleira, meiri óvissa í hagkerfi heimsins, minna ferðalög, minni hagvöxtur skilurðu, þannig að það getur verið þetta. Að vísu þetta kannski líka hluti af því ástandi sem almennt í kaupöllinu núna líka getur verið, sem við kannski aðeins komum inn á Já, svo náttúrulega má ekki gleyma því að Icelandair greiddi náttúrulega ekki út neitt arð, en hluti af því sem við erum að sjá með lækkað gengi vegna þess að það er búið að greiða út, við vorum með þátt daginn. Arðgreiðslu voru kringum 80 milljarðar sem eru og það munar það þegar það fer út úr kerfinu. Eðlilega. Sigur, þetta er náttúrulega gengishækkun og hefur mikil áhrif bæði á tekjur sjávarútvegs og ferðaþjónustunar. Og Bogi Níls Bogason nefnir þetta einmitt á þessum fundi í gær að með þessa gengistyrkingu sem þýðir sko að fyrirtæki allavega í uppgjöru í íslenskum krónum að sko tekjurnar eru í erlendum gjaldeyri, en það breytir því ekki að þegar að verður þessi gengistyrking þá þýðir það fyrir íslenskar útflutningsgreinar að þær eru að þéna minna. Það er bara... Já. En sko almennt ferðaþjónustuna, Jón, sem alltaf, hún náttúrulega bara hefur svo rosalega mikil áhrif, þetta er 2,1 milljón manna sem kemur til landsins. Já, spáð á þessu ári 2,2 eins og segir, en þetta er líka svo atvinnugrein sem að skilar mestum gjaldeyristekjum komin upp fyrir bæði sjávarútveg og stóriðuna. Já, og hefur gríðarlega áhrif í þjónustujöfnuðinu, þá lagfæri viðskiptajöfnuð landsmanna, en sko menn við sýfist sko almennt séu menn eitthvað að spá því að verði færri ferðamenn. Menn óttast það. Mér sýfist Íslandsstofa að vera að tala það og jafnvel samtök ferðaþjónustunnar. Það er rétt, menn óttist það og menn eru auðvitað farnir að sjá onni í pantanir ársins. Já, það eru hægari bókanir, er það ekki, sko, eins og þú segir, sjá fram í tíman, það eru hægari, það hefur aðeins hægst á bókunum, það er ekki eins og ferðaþjónustan að hún sé allt innan núna bara, það er allt í kaos, það er ekki svoleiðis, en hún skynjar einhvers konar meiri slow motion eða meiri hægagang þegar að fram í sækir. Og það, í haust. Menn þetta mjög næmir eins og bara gengi Icelandair mennur svolítið að miða nú þegar við hvernig félaginu muni reiða á öðrum og þriðja ársfjórðungi þegar kannski stæðstu tekjupóstanir eiga að vera að koma inn. Já, fjórði ársfjórðungun hefur oft verið sá sterkasti. Er það ekki sá þriðji? Já, náttúrulega í gamla daga var þetta þannig að þetta var þá sko sumarið og haustið. Nú er náttúrulega annar ársfjórðungur, hann er að verða sterkari. Og þetta er náttúrulega búið. Það var líka alltaf á hvaða fjórðungi páskarnir lenda, sko, getur við skilt? Það getur líka verið það. En aðalatir er þó það að sko Icelandair er að auka tekjurnar, það vantar ekki, en það dýðir bara ekki til. Nei. Og ég held ég hefði sagt einhvers staðar að áherslan á þessu ári er það að ná fram hagnaði.